Íslendingar þurfi ekki að óttast áhuga kínverskra fjárfesta svo fremi sem stjórnvöld gæti þess að strangar reglur gildi þær. Þetta mat fræðimanns sem rannsakað hefur reynslu Afríkuríkja af umsvifum Kínverja þar. Nóra Sigurova, fræðimaður við Bratislava háskóla í Slóvakíu, flutti í dag erindi í háskólanum á Akureyri landvinninga Kínverja í Afríku. Umsvif þeirra hafa aukist mjög í álfunni, þóttu séu raunar ennþá harla lítil samanborið við vestræna fjárfestingu. The Chinese use the opportunities which are provided to them. Where business is, there China comes. Reynsla Afríkuríkja af kínverskri fjárfestingu hefur á sumu leyti verið góð, henni hefur fylgt uppbygging á samfélagsinnviðum og mörg störf orðið til. Brögð hafa hins vegar verið að bábornum aðbúnaði og launakjörum, jafnvel á afrískan mælikvarða. There are different perceptions of Chinese way of doing business and of Western doing business as the Africans were used to before. So there are many cultural misunderstandings. Og út frá þessu hvetur Sigurova Íslendinga til að stíga varlega til jarðar í samskiptum við kínverska fjárfesta, til dæmis hvað varðar uppbyggingu á Grímsstöðum á fjöllum. If you give really strict rules which they are used to in China, there shouldn't be any problems with the Chinese investments. But if you let them do whatever they can, they will do whatever they are allowed to do.